Við ætlum að halda áfram á menningarlegum nótum hérna í föstudagsþættinum og ætlum næst að fjalla gjörningahátíð sem hefst hér á Akureyri og nágrenni. Ég í Hrísey líka næstu helgi, 1. október og stendur til 4. Þar verða fjölbreyttir gjörningaviðburðir, frítt inn á þá alla og frítt í ferjuna út í Hrísey á viðburðin sem þar. Og hingað til mín eru komin listamenn sem eiga verk á hátíðinni, Anna Ríkharðs og drengurinn Fengurinn. Verið hjartanlega velkomin í settið til mín. Takk fyrir. Mér langar bara svona að fá að heyra verkin sem þið ætlið að flytja á hátíðinni. Anna, þú kannski bara byrjar að segja mér frá því sem þú ætlar að sýna okkur. Já, ég ætla að flytja verk út í Hrísey. Já. Og verkið heitir Lög. Og ég búin að vera með þetta í huga síðan í febrúar, búin að kanna dálítið öll lögin og verið sjálfsagt góður lögfræðingur fyrir rest. En síðan eru lög líka eins og eitthvað sem lagskipt, jarðlög og geta líka verið og þá kom ég að rjómatertunni sem í miklu uppáhaldi hjá mér og sem mér finnst vera svona beintenging róta minna aftur til nærformaðra minna. Já. Ömmu sem átti nú rjóma og hveiti og sykur og egg. Einmitt. Og gerði rjómatertur. Og mér finnst að tengja mig við svona formæður á breiðari grundvelli líka. Og rjómatertan, hún bara svo falleg og dásamleg og það svo mikill ríkidómur í henni. Og þessi lög myndu mig svolítið á vinkonur mínar og bara já, konur sem ég umgengst, kannski dóttir mína, mömmu, ömmu og vinkonur. Hversu dýrmætt það að fá að kynnast hinnum ýmsu lögum í konum. Já. Og ég líka samhliða þessu í námi arfmyndir úr Íslendingasögunum. Síðan ég búin að vera í þessu námi hjá Valgerði Bjarnadóttur í 4 ár. Eða undanfarin 4 ár, já. Og námið heitir svona kvenlægum nöfnum eins og Brísingamenn og Gullveig og Djúpúðga núna. Já. Og þetta rennur svona saman. Þannig að vitneskjan formæðurnar fer inn í rjómatertuna og kemur síðan út í gjörninginu mínum sem hann í 8 lögum og sonur minn semur einmitt lög fyrir verkið. Já. 4 af 8 held ég hann hafi samið, svo tekið svona ýmis önnur lög til að peppa þetta upp. Einmitt. Og ég þar að fjalla sem sagt dýpri og grynnri lög í mér og þá kannski jafnvel sem spegill já, ekki bara á rjómatertina heldur á ýmsar arfmyndir sem að konur og kvenfyrirmyndir og gyðjur og Freyja. Þetta ótrúlega ríkulegt eins og rjómatertan eins og segir, magna. Ég veit, það kemur í ljós. Já, nei, en bara lýsingin strax fangar allavega áhuga manns og athygli. Og svo spurningin, hvað aðal rjómatertan? Já. Og ég ætla bara að renna mér inn í Sæborg sem sem sagt félagsheimilið í Hrísey. Og flytja þetta þar. Ég ekki oft á sviði. Mér svo gaman að vera í óhefðbundnari rýmum. Já. En þetta afskaplega gott og dásamlegt hús og ég ætla að vera upp á svona pínlegu sviði. Leyfa mér það. Þetta skiptir. Frábært. En drengurinn Fengurinn, hvað ætlar þú að bjóða okkur upp á? Þetta náttúrulega og bara óvenjulegt náttúrulega. Þú sjálfur gangandi performance má segja og þið bæði náttúrulega. Með þessa grímu sérstaklega. Þetta ekki COVID-gríma samt. Nei. Nei, hún þyrfti að vera aðeins öðruvísi til þess að það myndi í ganga. Já. Hvar verður þú með þinn viðburð á A? Við verðum ég með vinnum mínum, Honni Rotten. Já. Og gjörningun okkar heitir næstu á sama önnu, hann heitir Löl. Já. Og við verðum í listasafninu, eða í gamla ketilhúsinu. Já. Og okkar gjörningur hann dálítið töff. Við verðum með rafmagnsgítar sem töff, við verðum með töff fötum. Já. Og töff hljóð og snakk og hljóðnemar, hátalarar og magnari.
Allt sem þarf. Allt sem þarf. Töff. Það er mjög töff. Mjög töff. Ég býst við að Anna, þú ert náttúrulega alltaf töff, þannig að þinn verður það alveg pottið líka. Já, sko er ég ekki bara þessi, nú sé ég allt einu, já. Er ég ekki bara þessi gamla rót? Jú, sem er annars vegar rauður kvenlegur kjóll og hins vegar pönkið. Pönkið, jú. Þannig, ég skal alveg vera töff. Já. Ég skal bara vera töff. Með drengnum. Já, þið eru það bæði og það verður spennandi, ég hlakka til að mæta á þessa viðburði og náttúrulega bara alla til þess að mæta á A-gjörningahátíð, eins og áður sagði þá frítt inn á alla viðburði og frítt í ferjuna át í Hrísey, fjöldi listamanna, mest allt íslenskir út af COVID en allavega einn erlendis frá, þannig að þetta er ótrúlega spennandi dagskrá, gangi ykkur vel og takk fyrir að koma í þáttinn til mín. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk.